Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Heilsubælið í Gervahverfi sló öll áhorfsmet þegar þættirnir voru sýndir á Stöð 2 fyrir rúmum 20 árum. Nú gefst tilefni til að endurvekja kynnin við þá saxalækni, Adolf Litla og Guðlaug Bröðrist frá Eggjabökkum því verið er að endurútgefa herlegheitin á DFT. Já, Sigríður Elva hitti Gísla Rúnar leikstjóra þáttana á Korpúlfsstöðum og rifjaði upp nokkur ódauðleg augnablik. Hérna ók sjúkrabíllinn upp, sko, hérna, keyrði hér upp og stoppaði ég fyrir utan og síðan fór allir hérna allt læknaliðið, allir stofugangurinn út í bílnum og stoppuðu hérna, veginn hérna gátt, hérna og þennan hring hérna og hérna hringinn og svo inn hérna. Við völdum Korpúlfsstaði eftir að hafa reynt að voru búin að skoða alveg miljón staði og Bjössi síðan gerði þessa snilldarlegu leikmynd sem er rauninni í einu af aðalhlutverkunum, Björn G. Björnsson, vegna þess að fólk var sannfært að þetta var allt saman tekið inn á Korpúlfsstöðum. Vegna þess að þetta var rímaði svolítið, allar súlurnar og allt sem hann gerði inn í og... Hæ, litli! Hvað með hennan hér? Þetta er magasjúklingur sem átt að fasta í heila viku. Svo situr hann bara hér og étur skinku. Þetta nú ekki skinka. Nú? Þetta tungan í honum. Tunguna? Tunguna? Nei, tungan. Það allt annað mál. Svo vel og steinþegiðu svo. Stúdíó var svo lítið að það var helmingi minna heldur en þetta rými sem við erum stödd í hérna núna, hérna á Korpúlfsstöðum. Þannig að, já, ég sagði að það hefði verið svo cirka helmingur eftir þessu fyrir utan að það var sko þriðjungi lægra til lofts í stúdíónu. Það var bara sett upp ein leikmynd, skurðarstofan. Og ef það voru 10 sketsir í skurðarstofunni þá tók það frá 9 morguninn, nákvæmlega 9:00 til 6:00 því þá þurfti að fara út og skipta út því þá þurftu kamerumennir að gera sig klára að fara yfir í næsta stúdíó og taka upp fréttirnar. Og hérna og smiðirnir þurftu að setja nýja leikmynd eða ef að skurðarstofan var í 2 daga í röð og þá stóð hún upp kvöldið. Ég þori bara ekki að sýna hann. Er hann svona slæmur? Þetta er eitt af hrikalasta sem ég hef séð. Jú. Viltu sjá hann? Jú. Nei. Jú, nei. Sjá hann. Hann er svona slæmur. Já, þetta er eitt svo bjánalegasti sem ég hef séð. Er hann búinn að vera svona lengi? Nei, þetta bara spratt upp svona eldsnemma í morgun. Men har hann alltaf verið svona litinn? Það getur ekki verið, svona rústrauð. Ekki snert á honum. Svo er hann svo fjandi snúinn. Jú, virkilega harðsnúinn. Svo stendur hann virkilega óeðlilega út í luften. Já, þetta er ekki eðlilega. Nei, móstu myndi bara sér á honum af. Nú. Nei, þetta er ekki við. Á ég að sprauta honum? Þú mást í alla fall taka partur á honum af. Já. Nei! Heyri, drengur, verður ekki að trufla okkur alltaf. Við mást í alla fall skera þessi bjánulegu kúlur á toppen. Já, hún er handónýtt og klofin. Nei, ekki gera það. Hvað viltu hafa þetta svona? Já. Hvað þegir þú niður með þig? Ég held að verðum bara að taka hana alla af. Jú, við... Nei! Heyri, drengur, viljið þið koma með virkreipundar hérna? Nei! Hvað er orðið, drengur? Viltu pilla þig fram úr? Já, hvað sem öll öðru líður, þá verðum við einhvern veginn í anskotum og losa okkur þennan gormfjanda að skurðarborðið. Rólegast niður í gormurinn, læknirinn. Hefur þið aldrei dottið í huga að skrifa aðra seríu af heilsubælinu? Við vorum raunar, þeir báðu okkur þegar við vorum búin að gera þessa seríu, hún mælti svo vel fyrir að þá báður okkur sömduðu okkur að gera aðra seríu. Við vorum svo hrædd við það að það er gamanleikurum og grínurum sífellt legið að hálsi í fámenninu hérna fyrir að vera alltaf að endurtaka sig og allt þetta hér sko. Þannig að við segjum nei, við gerum ekki fleiri þætti heilsubælinu. Það verður bara sagt, já, þetta er bara það sama. Þannig að við buðum aðra sem að hét Hótel Sódavatn, átt að gerast á hótel út á landi og þeir keyptu hana. Þeir bara gleymdu að borga okkur hana. Pizza margarita. Pizza margarita. Með extra bræddum osti. En af hverju ertu með svona stór eyru
Við verum alltaf hérna að hafa samvænt heilbrigðisráðuneyti og byggjum að fá styrk til þess að framlega þetta sem heilsubæli á þeim forsendum að hlátur lengdi lífið og að við fá prósentur og okkur var bent á að fara í geðrannsókn og þeir sem höfðu okkur til geðrannsóknar þeir sendu okkur aftur tilbaka upp í ráðuneyti. Þó svo að í mörgum tilvikum og sjálfsagt í meirihluta tilvika lengi hláturinn lífið þá eru til örfá dæmi að hláturinn hafi orðið fólki aldur til það og fólk hafi látist hlátri. En það er líka haft fyrir satt að í þeim tilvikum, eða talið líklegt að í þeim tilvikum hafi fólk verið að hlæja á annarra kostnað og að einhverjum illkvittnislegum rótum eða haft hönd áfengi eða mat meðan hlegið var. Þannig að gjörningurinn og afleiðingin er sömu aðilum í rassreiki. Fór og fekk mér í svanginn, farði í rauðina. Fór og fekk mér í glas, farði í vaskat. Það gangi rannsóknar, ég veit ekki hvað það er.